Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 20. desember. Núna virðist það liggja fyrir að ríkisstjórn sé að myndast í landinu, ný ríkisstjórn að loknum kosningum og að það verður að sjálfsögðu jólastjórnin, stjórn Ingu Sæland, Kristrúnar Frostadóttur og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Kristrún verður forsætisráðherra en hvaða embætti falla í skaut hinna leiðtogana, það verður alltaf komið í ljós og mun skýrast núna helgina. Við óskum þeim öllum góð skengis í þessum störfum. Það skiptir miklu máli fyrir þær að þeim gangi vel, en það skiptir enn meira máli fyrir þjóðina að þetta gangi allt saman vel upp. Svo skrýtna staða að tegnast upp í þessu öllu saman að eitt af allra fyrstu verkefnum nýs forsætisráðherra, Kristrúnar, verður að flytja þjóðinni ávarp á gamlársdag og það verður fróðlegt að hlusta á boðskap hennar á þeim ágæta degi. Allt þetta hér á vettvangi Spursmál og í Morgunblaðinu á mbl.is næstu sólarhringana, ég veit að þið fylgist með. Og lífið í landinu heldur áfram þó að stjórnarskiptin séu yfirvofandi. Við fengum spurnir af því í liðinni viku að öflugir menn í Hafnarfirði hefðu reist knatthús í nafni FH. Það voru bræðurnir Viðar Halldórsson og Jón Rúnar Halldórsson. Þeir hafa verið allt í öllu í þessu ágæta félagi áratugum saman en nú verðist babb komið í bátinn. Skessan, hið mikla fótboltahús sem að rís þarna við Reykjanesbrautina, það reyndist mjög dýrt bænum að lokum því að núna virðist sú skuld sem að þær eru hlaðist upp vera að falla á bæinn en ekki fimleikafélagið sjálft. Það eru margir ósáttir. Skýrsla Deloitte sýnir að þarna hafa menn verið að krulla saman hlutum sem að þeir kannski áttu ekki að gera. Þetta staðfestir líka að þegar fjölskyldur fara að blanda sér inn í málefni félaga þessu tagi að þá getur staðan orðið erfið. Það sést einna best að því að sonur annars þeirra núna að svara fyrir málið sem framkvæmdastjóri FH. Það vonandi að tækist að greiða úr þessu og kenni mönnum að fara varlega í samskiptum af þessu tagi. En ég vil þó nefna varðandi Skessuna, hvað sem sagt fjármögnun á því húsi eða notkununa, að það ævintýrlega kalt þar inni. Þetta stærsta frystikista á Íslandi og það óheppilegt að hún skuli vera jafnframt sú dýrasta og að það hlutverk helst að frysta börn sem að mæta þar á fótboltaæfingar. Það þarf að bæta úr því hið fyrsta. Og talandi fjölskyldudrama, það allt í háa loft á vettvangi Heimildarinnar, þar sem Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir og maður hennar Jón Trausti Reynisson ráða húsum. Þau eru núna búin að fá það í gegn að þau ætla að kaupa vefsvæðið Mannlíf af föður Jóns Trausta, Reyni Traustasyni. Og það ekki allir sáttu við þetta til hlutafahópnum, eðlilega ekki, Mannlíf nú ekki upp á marga fiska og allra síst fjárhagslega. Það eigið féð neikvætt rúma 30 milljóna. Vilhjálmur Þorsteinsson fjárfestir og skrafláhugamaður sem kom inn í þetta fyrirtæki í gegnum Kjarnan þegar Kjarnin og Stundin saminuðust í Heimildina, hann hefur sagt sig úr stjórn afar ósáttur og það hefur Hjálmar Gíslason hjá Datamarket líka gert. Þeim líst ekki á þessi viðskipti. Og þetta þetta dæmi það sem að fjölskyldur fara að krulla saman peningum, rétt eins og í FH dæminu hér á áðan. Þetta eru hlutir sem að þau þurfa að greiða úr og vonandi hið fyrsta. En ég held að það séu þó allir saman það að þetta litla slægjast þarna á vettvangi Mannlífs. Og rétt í lokinu þetta, Spursmál senda áhöfninni á Blængi NK, sérstaka baráttu kveðju. Þeir koma landi í gær með 524 tonn af afla úr sjó. Það aflaverðmætt upp á 316 milljónir. Og það ekki eina afrekið sem að þessir öflugu menn unnu á árinu, því að þeir komu að landi með 8.000 tonn af slægðum afla. Þetta eru verðmæti sem nýtast ekki aðeins útgerðinni, síldarvinnslunni og áhöfninni og starfsfólki fyrirtækisins heldur þjóðin allri. Þetta eru gjaldeyristekjurnar sem gerur okkur kleift að byggja upp öflugt samfélag á Íslandi. Hér eftir skamma stund fréttir vikunar með þeim Jóhannesi Þór Skúlasyni og Aðalgeiri Ásvaldssyni. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Það voru komin á vettvang dagsins, fréttir vikunar. Ég fengi hingað til mín 2 góða gesti, ekki úr sömu áttunni en við skulum segja svipaðri, hagsmunasamtök. Það eru Jóhannes Þór Skúlason hjá Samtökum ferðaþjónustunnar og Aðalgeir Ásvaldsson hjá sveit sem að margir lyfta brúnum yfir þegar maður nefnir, en það eru samtök veitingahúsa á Íslandi, eða veitingahúsa eigenda, myndi ég leyfa mér að segja það ekki. Þetta eru samtök fyrirtækja á veitingamarkaði. Já, nákvæmlega. Það hefur gustað svakalega þig. Þú ert búin að lenda í hinni margfrægu Eflingar hakkavél. Já. Það erfitt að standa storminn, en við erum stöndumann og baráttan heldur bara áfram. Hvernig myndir þú lýsa þessum
átök. Hvað snýst þetta í grunni? Ég held að fólk sé orðið dálítið týnt í þessu öllu. Vonamenn spyrji. Í grunninn snýst þetta náttúrulega að við viljum skapa samkeppnishæft rekstrarumhverfi og styrkja þessi stöðugildi sem eru full stöðugildi og til langstíma og fækka þá hlutastörfum. Greinin 80% hlutastörf. Það er erfitt að byggja hús á þeim grunni. Þið viljum meina að kjarasamningarnir sem þið búið við bjóði ekki upp á þann kost eiginlega að gera þetta eins og þið viljið? Í rauninni já. Það eru kannski skipta skoðunar á því, en við erum alveg á því að greinin þurfi sér kjarasamninga út af sérstöðunni og þá sé ég farin ekki of djúpt í tölurnar að þá eru 70% af öllum unnum tímum utan dagvinnunar, þannig að eðlilega þarf að breyta einhverju. Og það er aðalega fólk sem að vinna í hlutastörfum mikið til ungt fólk, skólafólk og annað hindur. Já, þetta svona greiningarnar okkar hafa sýnt fram að þetta sé ungt fólk sem hefur kannski minnstu reynsluna og stoppar styst við og það fær kannski svona rjóman á laununum með við uppsetningu álagsins og við þurfum að stefnan okkar að gera betur við þá sem eru í fullu starfi og fullu stöðugildi. Og þið teljið að það sé full reynt að ná samkomulagi þessi mál á þeim vettvangi sem að reynt hefur verið hingað til þar á milli samtaka atvinnulífsins og hinnar stóru miklu verkalýðshreyfingar? Já, okkur finnst það. Okkur finnst við svolítið svona að hafa gleymst í þeim samningum og höfum náttúrulega ekki fengið aðkomu að samningsborðinu. Þrátt fyrir að sem hafði stóðst voru með 180 fyrirtæki innan sveit. Jónas, þið þetta tengist veitingahúsa geirinn mjög mikilvægur, ferðamennirnir sem til Íslands koma, þeir verða að borða einhvers staðar. Og þið hafi verið við samningaborð og þú þekkir þessa togstreitu mæta vel. Hvernig lyktar svona málum þegar að menn lenda í samstöðu við jafn öflugt félag og Efling og síðan alþjóðasambandið eru? Ég náttúrulega bara til að byrja með að teka undir það sem Aðalgeir segir að við viljum að sjálfsögðu skapa veitingahúsa geiranum samkeppnishæfara starfsumhverfi. Það bara mjög mikilvægt og í okkar samskiptum við verkalýðshreyfinguna höfum við lagt mikla áherslu á það. Náðum ákveðnum árangri í því gagnvart svona fyrirtækja geira samningsins í síðustu kjarasamningum sem að einhverjir eru byrjaðir að nýta sér. En í heildina litið þegar að svona mál koma upp og þá náttúrulega liggur í augum uppi að það skynsamlegast að þau séu bara lögð í hendur dómstóla og það sé bara skorið úr það hvernig þau eru en það sé ekki verið að djöflast fram og tilbaka í fjölmiðlum og öðru lengri tíma. Það það bara eðlilegast að Efling líti þau svo á að þarna séu brot í gangi að þau fari þá með það fyrir félagsdóm, fyrir hönd sinna félagsmanna og þá verður bara úr því skorið. Er það ekki yfirvofandi? Jú, bara aftur ég tek undir bara það sem Jónas var að segja. Við náttúrulega viljum sjá þetta færast inn í dómsalinn og okkur teljandi náttúrulega erum við bara að horfa upp á sjálfstæðisbaráttu heillar atvinnugreinar og aðför breiðfylkingarinnar eða aðalega Eflingar að bara frjálsum félagasamtökum alveg bara ekki til fyrirmyndar. En það ekki rétt sem þeir halda fram að þetta séu í raun gerfi hagsmunasamtök launþega, þarna séu atvinnurekendur einhvern veginn komnir beggja vegna borðsins? Nei, það bara ekki rétt. Hvað gerist næst í þessu? Þið getið ekki stemt sjálfum eitthvað fyrir dóm? Nei, við erum auðvitað að endurskoða samninginn eins og við höfum lýst yfir og erum bara að leggja mikla vinnu í það. Samninginn sem að þið voruð búin að leggja fram og samþykkja? Já, rétt. En við erum að endurskoða hann. Næstu skrefinu það eru bara þau. Við erum auðvitað ekki að semja við Eflingu og ætlum bara að halda því áfram. Þetta eins og ég hef sagt áður, þetta bara sjálfstæðisbarátta greinarinnar og hún aldrei auðveld. Er þetta einhverju leyti sambarlegt við umræðuna milli flugfreyjana og flugstéttana hér á Íslandi? Jóhannes, ég kannski að færa okkur inn á jarðsprengjusvæði. Ég legg nú kannski ekki dóm á það en það er svona nokkuð ljóst að verkalýðshreyfingin lítur svo á, já. Ég eiginlega kalli ykkur hingað í setti á þessu degi í þessari viku af því að svona hitarinn hefur verið á ykkur báðum. Þú kannski stemdir þér ekki inn í þá umræðu beint en Jóhannes, ég leyfi mér að fullyrða að þú hafi gert það ásamt mótherja þínum að þessu sinni, Snorra Másinni. Hann lagði orðið í belg núna í blaðinu hjá okkur, Morgunblaðinu í vikunni og var að fjalla aðgerðir sem að samtökin 78 standa fyrir. Þú situr þar í stjórn. Þar sem þeir eru að taka á einum þingframbjóðanda, Eldi Smára Kristinssyni og eru það, þeir eru að klaga til lögreglunnar fyrir hatursorðræðu. Það mikið rétt og
Og það mikilvægt að átta sig á því þessari umræðu að þetta mál snýst ekki bara einhvers konar skoðanir fólks og tjáningafrelsi, það miklu dýpra. Þessi umræða svo sama og hefur farið fram í löndunum í kringum okkur, til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum. Og hún snýst tilverurétt transfólks í samfélaginu og hvað má segja transfólk sem hóp í samfélaginu. Við erum í rauninni hjá samtökunum 78 að berjast fyrir jafnri virðingu og lagalegum réttindum transfólks og alls hinsegin fólks í samfélaginu og annarra þegna. Og það hafa samtökin gert í 50 ár. Og það sem kemur fram í þessari grein, það sem að Snorri sem nýkjörinn þingmaður tekur upp hanskan fyrir þessi ummæli, þá skiptir máli átt að segja á því að þau ummæli sem hann tiltekur í greininni, þau eru bara ein af mörgum. Hann tiltekur ein tiltekin og segir að það eru önnur ummæli sem að séu sannarlega óviðurkvæmileg. Akkurat. Það mjög mikilvægt að átta sig á því að samtökin 78 eru í raun að kæra Eldmára Kristinsson fyrir það að kalla transkonur sem hóp í samfélaginu barnaníðinga. Og nú bara velti því til ykkar hvort að þið myndu láta það óátalið ef því slíku væri beint að ykkur. Við sannarlega lítum svo á að það sé óviðurkvæmilegt að gera það og það sé beinlínis hættulegt. Og við bendum í rauninni á það að þessi umræða sem að þarna verið að leggja upp sem einhvers konar skoðun á tjáningarfrelsi eða hvað það þá mjög mikilvægt átt að segja á því að samtökin 78 ekki á móti tjáningarfrelsi. Tjáningarfrelsi gríðarlega mikilvægt fyrir hinsegin fólk og hefur verið grundvallar atriði í því að ná fram þeim réttindum sem hinsegin fólk hefur í samfélaginu í jafns við aðra. Hins vegar tilveru réttur transfólks eða annars hinsegin fólks í samfélaginu ekki skoðun. Það ekki skoðun til að rökræða, það staðreynd og þessi umræða tjáningarfrelsið, að menn megi hljóta mega tjá skoðanir sínar á riti og í ræðu nokkurn veginn hvað sem og þá sérstaklega gagnvart þessu varðandi heilbrigðisþjónustu transfólks, varðandi tilveruréttir í samfélaginu, hvort það sé til 2 kyn eða fleiri eða hvað. Þessi umræða, nákvæmlega svo sama, hefur verið grundvöllurinn að þeirri afturför sem hefur orðið bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Í Bretlandi þetta þannig að það eru núna birtar fjölmargar greinar, gríðalegur fjöldi greina gegn transfólki beinlínis í breskum fjölmiðlum. Það hefur orðið til neikvæður spírall fjölmiðla og stjórnmálamanna þessa smjörklípu. Það hefur svo leitt til þess að transfólk á meiri hættu fyrir að verða fyrir aðkast í samfélaginu. Það hefur verið tekin af þeim réttindi, þeim hefur verið neitað heilbrigðisþjónustu og það sem kannski mest vert að átta sig á það að þessu fylgir síðan í næsta skrefi aukið ofbeldi gegn þessum hópi. Hatursglæpir mældir af lögreglunni í Bretlandi gegn transfólki hafa margfaldast á síðustu árum í beinu samhengi við þessa umræðu. Ef við færum okkur til Bandaríkjanna, þá hefur það sama gerst þar. Þessi umræða, hvort sem við horfum á podcastara hægrisins í Bandaríkjanum eða bara kosningabaráttu Donald Trumps, hún targeterar þetta fólk sérstaklega og afleiðingin í rauninni af síðustu forsetatíð Trumps og þessum sjónarmiðum sem hafa verið sett fram að nákvæmlega sama hátt og Snorri gerir þarna, þau hafa leitt til þess að bara á þessu ári voru lögð fram 668 lagafrumvörp í ríkjum Bandaríkjanna gegn transfólki, gegn tilveruréttið í samfélaginu. Snorri nú ekki að leggja það til svo ég tekið þetta varna. Ég átta mig á því, en það sem ég að benda á, ástæðan fyrir því að ég tel mikilvægt og við í samtökunum 78 mikilvægt að benda á þetta það að nákvæmlega sama umræðan sem að Snorri bendir á þessari grein og reyndar sem fleiri stjórnmálamenn hafa verið að tala fyrir hér á landi, eru sjónarmið sem verið að flytja inn til Íslands úr þessari umræðu erlendis. Og það engin ástæða til annars að ætla, en ef þau fá að grassera hér, þá verður þau til sömu afleiðingar. En þú vísar í greinina hjá Snorra og þá tek ég hér upp málstæðan hans hvað það varðar, að hann vitnar sérstaklega til tiltekinna ummæla sem að hann telur að gangi of langt í þöggunartilburðum af einhverju tagi. Getur að einhver liti tekið undir það að þessar tilteknu setningar sem hann vísar í, að það séu menn að tegja svo langt, þar sé að ekki rétt að menn afmarki það mjög skýrt hvað teljist hatursorðræða og hvað ekki, en felli ekki hitt og þetta undir kröfur það að mönnum sé stungið í steinin? Nei, ég tek ekki undir það og ég skal útskýra hvers vegna. Það vegna þess að það ekki samtakana 78 skilgreina hvað hatursorðræða og hvað ekki. Samtökin 78 hafa ekkert hlutverk í því að ákveða hvað hatursorðræða og hvað ekki. Okkar hlutverk að benda á
það sem við teljum vera hatursorðræði. En telur það hatursorðræði þessa setningu sem að Snorri vísar í? Ég tel svo vera, annars hefðu samtökin ekki kært þetta. Í samhengi við allt annað sem fram hefur komið. Það sem að hins vegar ég vil benda á í þessu samhengi það að miðflokkurinn eins og sem betur fer flestir aðri stjórnmálaflokkar í Íslandi hafa lagt mikla áherslu á réttaríkið. Og í réttaríkinu það þannig að þegar að fólk kært fyrir einhverja háttsemi, þá það dómstólar að skera úr það og það eru dómstólarnir sem að munu þá skera úr það hvort þetta hatursorðræði eða ekki. Og það jú þannig sem þetta á að virka, ekki satt, Stefán? Jú, en ég held eins og að það sé rétt sem að Snorri heldur fram að það sé alvarlegt ef að menn fella of mörg ummæli og í þessum ummælum sem að þarna ræður. En það einfaldlega vísað í það að hann heldur því fram að það séu aðeins kallar sem geti eignast börn, að konur geti ekki alið börn, það að segja aðeins konur sem að geti alið börn að líkama sínum en ekki karlar. Það hatursorðræði? Þegar þú setur það í samhengi við annað sem að þessi tiltekni einstaklingur hefur sagt frá sér, já, þá tel ég það alveg klárt og skýrt. Að menn fullyrði það að það séu aðeins konur sem geti alið börn? Tilgangurinn með þessum ummælum slíkur að útrópa þennan hóp fólks í samfélaginu. Og ég skal bara segja það hreint út, karlmenn geta fætt börn, það að segja transmenn eru menn og þeir geta fætt börn, þetta bara svo einfalt. Og hér við komin kannski að dýpri hlutum sem að væri gaman að taka lengri þátt í að ræða. En það munurinn til dæmis á því sem við kallast sex og gender á ensku, að karlkyn ekki það sama endilega og karlmaður. Þetta, hér íslenskan svolítið flókin að þessu vandamáli, eins og við höfum bara þetta orð kyn. Og það flækir hlutina, það flækir blandar þessu öllu saman. Við notum orðið kynvitund og kynvitund fólks getur einfaldlega verið önnur heldur en það kyn sem að því úthlutað við fæðingu út frá útlitslegum einkennum. Og þetta bara vel þekkt staðreynd, og það ekki að hafa mín orð fyrir því, það hægt að skoða bara það sem að sérfræðingur allan heim hafa skrifað þetta. Og ekki bara læknisfræði heldur í mannfræði og fleiri greinum, líffræði og öðru. Þannig að þetta en bara saman á því að samtök eins og samtöki 78 sem Snorri bendir á eru fjármögnuð af mjög stóru hluta ríkinu úr mörgum skúfum margra ráðuneyta og þar undir götunum að þau þurfa að fara varlega í það að fella víðtækt orðagjálfur manna undir hatursorðræðu sem að til takmörkunar tjáningarfrelsinu sem að sannarlega eru grundvallar mannréttindi. Samtökin eru fjármögnuð af þjónustusamningum að stærstum hluta eða verkefnabundum peningum, til dæmis í ráðgjöf, þjónustu sem að ríkið veitir ekki, þannig að ráðgjöf að hafa þá hreinu og þessi peningar ekki að fara bara einhverja hít hjá þessum samtökum. Þau eru fara í til þess að veita þjónustu eða sinna verkefnum sem að ríkið vill að sé sinnt. Varandi þetta, þá nú öll kærugleðin hjá samtökunum 78 held ég 4 kærur alls, þannig að það nú verið að blása þetta úr töluvert miklu samhengi. Við höfum farið, satt að segja, bara mjög varlega í því að nálgast þessa löggjöf og lagt inn kærur þar sem okkur finnst vera algerlega ljóst að hatursorðræðu eða eitthvað sem fellur undir löggjöfin hatursorðræðu geti verið að ræða. Og það síðan eins og ég segi, lögreglunar og dómstólar skera úr það hvort við höfum rétt fyrir okkur eða hvort að dómstólarnir hafa einhverja aðra skoðun á því hvernig ég skilgreinda. Það ekki mitt eða... Nei, það þarf að fara varlega með það. Við erum að fara bara mjög varlega með það. Eitt sem ég langar til að spyrja þig út í, fyrirgefa þetta, ég veit að þú vilt ekki blanda þér í þessum umræðu. Ég bara einu storm í einu sko. Já, það nóg. Í nýjustu fundargerðinni sem ég sá frá ykkur í samtökunum 78, þar verið að taka til umræðu kröfu palestínskra samtaka samkynhneigðra og transfólks til þess að vísa samtökum Ísraels transfólks og samkynhneigðra úr alheimssamtökunum. Hver afstaða samtakana 78 til slíkra krafna? Afstaða samtakana 78 gagnvart akkúrat þessari kröfu sem að þessari tillögu hefur verið jákvæð og það svo sem víðar ástæði fyrir þess eins og við þekkjum þá þetta náttúrulega mjög svona kristallandi mál. Þetta eru mjög svona djúpar skotgrafir í þessu og Þeir eru fylgjandi því að vísa samtökum samkynhneigðra gyðinga úr þessum alþjóðasamtökum? Já, fyrir því eru nokkuð dýpri ástæður sem að kannski óþarf að vera að fara út í hér en hafa að gera með svona hvernig þau hafa komið fram á þessum vettvangi og þannig að já, þetta hefur tekið fyrir á stjórninni og stjórnin var samþykkt þessu. Hvort farið betur með samkynhneigt fólk í Tel Aviv eða á Gaza-ströndinni? Ég hef bara ekki kannað það sjálfur og kannast þekki það bara ekki vel, en það eru vandamál á báðum þessum stöðum. Í Tel Aviv njóta þessir einstaklingar fullur réttindi og held ég meiri réttindi heldur en víðast hvar í heiminum. Já, ég get alveg sagt þér að Stefán, ég ætla ekki að vera að rífast við þau Ísrael og Palestínu hér. Nei, en þetta kannski undir radar þessi
þessu umræðu þarna inn í stjórnsamtakana 78, mér finnst undarlegt að menn séu að kynda undir gyðingahattri í slíkum samtökum. Það ekkert gyðingahattur í gangi þarna, þetta hefur að gera með það hvernig þessi samtök hafa hagað sér á þessum vettvangi. Förum þá í málana, ríkisstjórnarmyndun, þar sem að, það er ekki hægt að halda það fram all leiki á reiði skjálfið, það bara virðist allt verið í lukkunar velstandi beinlínis. Það lítur svo út. Það verður spennandi að sjá hvað valkyrjurnar gera. Það var svona kom, eins og við ræddum aðeins fram með áðan, Jónas, þetta svona kom okkur aðeins á óvart að þetta gangi kannski svona vel til að byrja með, en ég hlakka bara til að sjá hvað kemur. Jónas, þú komst að einhverjum áhugaverðustu stjórnarmyndunarviðræðum sögunar 2013. Man ég ekki rétt, þú varst tekið fyrir ófræðan akstur í tengslu við? Það var þegar var verið að tilkynna stjórnarmyndunina, og Laugarvatni, og kann ég viðskiptablaðinu eilífar þakkir fyrir þetta. Voru þeir bílinn sem ég hefði nýverið tekið fram úr. Já, þeir náðu góðri mynd af. Hvernig horfður þetta við þér? Hefur þetta ekki bara verið draumi líkast í raun fyrir þessa flokkað? Það virðist ekki hafa steitt á neinu? Það virðist ekki hafa steitt á miklu, skulum við segja. Þetta er með tími sem þetta er að ganga saman á, myndi ég segja. Það er sérstaklega þegar við horfum á það hversu ólík stefna þessara flokka eru margt. Þá verð ég að segja það, kemur mér aðeins á óvart að þetta skuli bara klárast fyrir jól, þótt að maður geti alveg séð að það hafi verið svona ákveðin áhersla á það til að ljúka þessu og geta mögulega nýtt ríkisráðsfund á Gamlástað til þess að ganga frá og hafa stjórnarskipti. En það er svona, maður spyr sig hvað er verið að fjalla þá þarna á bakvið, hvað kemur í nýjum stjórnarsáttmála, vegna þess að til dæmis skattastefnan Samfylkingar og Viðreisnar eru verulega ólíkar og þessi flokkar hafa verið mjög skýrir fyrir kosningar á sínum áherslumálum. Það get ég nefnt til dæmis varðandi það sem að mér snýr að í ferðaþjónustunni að virðisaukaskattsmálin eru okkur hugleikin og við erum mjög ánægð með það að þessir flokkar bæði Viðreisn sem hefur aftekið virðisaukaskattshækkun á ferðaþjónustu með öllu og Samfylkingin sem allir svo fundi þess að við kynntum okkar skýrslu í febrúar var fulltrúi þeirra Jóhann Páll mjög skýr með það væri engin áhuga á því og Kristrún rétt fyrir kosningar sagði að þau væri að horfa á aðra hluti frekar heldur en það enda væri slíkt í öðru lagi mjög óábyrg efnahagsaðgerð sem að bara rannsóknin okkar studd niðurstöðum og 9 öðrum Evrópuríkjum sem að sína sömu niðurstöður þar sem að skatttekjurnar sem eru væntar komi ekki í kassan, verðbólga hækkar á fyrsta ári og lífskjör almennings almennt bara bíða hnekki. Landsframleiðsla minnkar og samkeppnishæfni náttúrulega bara í rauninni fer út á gluggann. Þannig að þetta er eitthvað sem að skiptir gríðarlega miklu. Hafið þið vissu fyrir því að í þessum stjórnarsáttmála sem að verða kynntur á morgun að þar liggi það fyrir að virðisaukin á ferðaþjónustunni verði ekki hækkað? Ég hef ekki vissu fyrir því aðra heldur en orð forsvarsmanna þessara stjórnmálaflokka fyrir kosninga og núna eftir kosningar. Þetta er mál sem að tengist ykkur ekki, ég meina þið mynduð ekki fagna virðisaukaskattshækkun á greinina? Nei, ég tek alveg undir það, það myndi bara vera enn annað slagið fyrir okkur. Greinin náttúrulega er að dansa svolítið línuna eins og við töluðum áðan þessa dagana og við höfum ekki innistæðu fyrir fleiri hækkunum og við höfum svo sem kannski verið hvað hávarust hækkun áfengisgjalds og svo kannski vonandi heldur sú þróun ekki áfram í nýju stjórnarsamstarfi en það er svona ýmislegt á þessum neysluvörum og innfluttum vörum sem við horfum í þó svo við höfum kannski ekki tekið neina afstöðu það sem samtök að þá horfum við að sjálfsögðu það hefur mikil áhrif á rekstrarumhverfi. Er það eitthvað í stefnu þessara 3 flokka sem að þið rýnið sérstaklega í? Það er þá kannski aðalega bara innflutningar á matvælum og eitthvað slíkt en eins og ég segi ég get ekki tjáð mig fyrir samtökin hér því við höfum bara einfaldlega ekki haft bólmagn í það. Nú er ég eini starfsmaðurinn að standa í áðurnefndum stormi Já, það þarf að velja sér slagi. Já, en vissulega er þetta mikil hagsmunamál og tek undir bara það sem Jóhannes var að segja með vaskinn og annað. Lýst þið þokkar á stjórnina? Þetta virðast vera öflugar samhentar konur? Já, bara hrifin af þeim sem stjórnendur, alveg pottþétt en ég er bara mikill landsbyggðarmaður þannig að ég er aðal landsbyggðin og ég hlakka til að sjá hvað ætlar að gera fyrir lítil bæjarfélög og stoppa þessa fólksfækkun á landsbyggðinni. Við erum að styrkja hana líka, má ekki gleyma þeim. Þetta eru höfuðborgardrottningar, náttúrulega, allar á höfuðborgarsvæðinu. Ráðherrakapallinn er kannski það sem að menn eru spenntasti fyrir. Heimildamokkan segja að þetta verði 4-4-3
ekki vörn heldur, sennilega sókn. Hvernig myndir halda þessi kapall spilist, Jóhannes? Kristrún eru forsætisráðherra, það eins og Þorgerður hafi ekki gert reka því að fá toppjobbið. Það mér finnst þetta áhugavert, margir sem ég hef talað við undanfarnar vikur hafa gert ráð fyrir því að Þorgerður settist í forsætisráðherrastólinn. Kristrún þá í stól fjármálaráðherra, þar sem að svona hún hefur kannski, með því hvernig hún talar og hort til málefnanna, hefðum við gert ráð fyrir kannski að hún hefði áhuga á þeim stól frekar. En það auðvitað ákveðin hefð fyrir því að sá sem fær og fer með umboðið taki þann stól. Það svo sem ekkert óeðlilegt við það. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig En umboðið fæst ekki bara af himnum ofan, það forsetinn sem ákveður það eftir samtöl við flokkana, þannig að það þá eins og Þorgerður hafi strax gefið þetta frá sér. Hver veit, þannig að ég held nú að í grunninn þá hafi þetta bara verið svona eðlilegt hvert umboðið fór og hvernig það en við sáum það til dæmis þegar að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar var mynduð að þá fór þetta ekki þannig og þannig að þó að þessu hefðir í þessu þá er ekkert sko, í þessu eins og annað, það er ekkert búið fyrir en allt er búið. Og þannig að ég held að þessi kapall geti raðast upp á ýmsa áhugaverða vegu. Það verður mjög áhugavert að sjá hvaða ráðuneyti verður slátrað. Margir horfa þar til annars vegar Queen, háskóla og nýsköpunarráðuneytisins og hins vegar þá til menningar, viðskipta og ferðamálaráðuneytisins. Sem Áslaug Arna og Lilja Alfreðsdóttir hafa sinn. Og vera má að þeim verði steypt saman á einhvern máta. Það hefur verið rætt hvort það verði nýtt atvinnuvegaráðuneyti og ég velti fyrir mig hvort ferðamálin fari þá þangað og þannig við erum svona í svolítið limbó hvernig þetta verður þangað til helgina og við hlökkum bara til að fara og setjast niður og vinna með nýjum ráðherra. Það er eitthvað sem við tökum mjög alvarlega og sama hver þar verður þá gerum við ráð fyrir að eiga gott samstarf við nýja ráðherra og bara eins og við höfum átt hingað til. Samstarfið hefur verið gott hingað til. Já, mjög gott. Þetta eru 3 svona aðalembætti sem sagt oft í ríkisstjórninni. Það er forsætisráðuneytið, fjármálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið. Ertu með eitthvað spá það? Hver tekur hvað í þessu? Þetta má vera algjörlega ábyrgðarlaust sko. Já, það. Þetta úreldi strax á morgun. Já, ekki. Allavega helginni í sérsta lagi. Sko, ég held að Kristrún, eins og við tölum hún verður forsætisráðherra og þá leikur svolítið beinast við að Katrín fari í fjármálaráðuneytið og Inga taki síðasta. Já, Kristrún fari í fjármála en Inga sagði við mig í viðtali fyrir ekki svo lengur síðan að hún hefði engan áhuga á utanríkisráðuneytinu. Það voru eitthvað áhugað hvort hún væri með gilt vegabréf. Já, það var ekki að bíða eftir söguna frá henni sko og verður bara fróðlegt að sjá hvað hún tekur, sko hvernig kapallinn endar en ég bara þori eiginlega ekki að segja mér Eitt af því sem áhugavert í þessu ef að þessar spár eru réttar og Kristrún verður forsætisráðherra og Viðreisn fær þá væntanlega fjármálaráðuneytið. Svo tíð liðin að þessi ráðuneyti séu 2 í sama flokknum. Þá verður kannski áhugaverða spurningin, verður Þorgerður sjálf í fjármálaráðuneytinu eða eins og margir hafa verið að spá Daði Már Kristófersson. Komið úr háskólanum. Já. Hann er varaformaður flokksins og hlýtur að gera tilkall til þess að hafa hlutverk í þessu. En hefði hann ekki, ef það kom til greina að hann yrði ráðherra, hefði ekki verið eðlilegast að hann sækti umboð í kosningum áður en hann færi í slíkt hátt og valdamikið embætti? Það eru náttúrulega alls konar fordæmi fyrir því að fólk komi utan þings í ráðherraembætti á síðustu árum, þannig að ég held að það sé skipti ekki að miklu máli eins og það gerði. En það er yfirleitt óvænt, það er yfirleitt ekki fólk sem hefur gegnt miklum trúnaðarstörfum fyrir flokkana. Það er rétt. Hvaða flokkar af þessum 3, að því að nú er ljóst að þeir þurfa allir að beygja sig undir málamiðlanir og málamiðlanir er ekki í tísku í dag, skulum við segja. Er einhver þessara flokkar sem er í meiri hættu en annar af slíku? Hafa þeir ósveigjanlegt yfirbragð? Já, ég myndi til að gíska á að það er Viðreisn sem hefur kannski mest að tapa í þessu. En við erum að sjá til, þau eru bara búin að sýna það, þau eru öflugur flokkur og það fólkið hérna í landinu greinlega kallað á þessar breytingar og við mögum ekki gleyma að hlusta á það líka. Hvað er það hjá Viðreisn sem að þú nefnir í þessu varðandi málamiðlanir? Sko, ætli það sé ekki bara það hlýtur að vera fjármálin sko. Skattarnir? Já, það er þau hafa talað mikið um það að vilja hækka auðvitað framfærslu og lækka skatta og hækka þá efna meiri sko. Ég á bágt með að sjá það koma til. Það hefur verið í ákveðinu væntingastjórnun með því að segja að staða ríkissjóðs er miklu verri heldur en bjuggust við. Er það ekki allt upptaktur af því að menn fari bara í það að skrúa upp skattana? Það getur verið það
það getur verið það, en ég tek svolítið undir það sem Aðalgeir er að segja, að miðað við svona hvernig þetta leggst upp og plús þetta sem þú ert að segja varðandi afkomu ríkissjóðs, þá hefur Viðreisn verið mjög skýr með það fyrir kosningar og ekkert síður bara eftir kosningar að flokkurinn vilji skera niður í ríkisrekstrinum með því að byrja á því að fækka ráðuneytum. Það sé svona signal það hvert flokkurinn vilji fara. Það táknrænt, ekki kannski mjög efnislegt. Það táknrænt, ekki mjög efnislegt, en það er vissulega ákveðið táknrænt skref og sem að tala töluvert en sem þá merki það hvert flokkurinn vilji stefna. Og þá sér við hlið þá Viðreisn núna með 2 flokka sem hafa frekar lagt áherslu á, kannski Samfylkingin ábyrg ríkisfjármál, en hins vegar augljóslega gegnum árin lagt áherslu á málefni sem hafa verið til þess fallin að auka ríkisútgjöld og þá mögulega með fjármögnun í því sem eða hort frekar til aðhalds eins og Kristrún hefur orðað á tekjuhliðinni sem þýðir náttúrulega bara nýjir skattar eða hærri skattar. Og ég held nú að menn ætti að hætta að nota þetta aðhald á tekjuhliðinni því að þetta eru bara skattar, það er best að tala hlutin eins og þeir eru. Og síðan á hinum vegnum erum við með þá Ingu Sæland sem hefur lagt fram mjög bara dramatískar tillögur aukna betri framfærslu fólk sem á undir höggasæki samfélaginu. Og miklar skattkerfisbreytingar, ekki bara á lífeyrissjóðina, heldur líka varðandi fallandi persónuafslátt og annað hendur. Þannig ég held að þrýstingurinn á Viðreisn varðandi þetta í þegar verið að gera málamiðlanir til þess að koma saman samsteypustjórn, hann hlýtur að vera töluvert mikill. Fellum þetta tal, þetta kemur nátt í ljós helgina, spurning hvort að verði ríkisráðsfundur fyrir gamlás, ekki allar Kristrún að taka upp ávar forsætisráðherra áður, hún tekur formlega við það? Nei, það væntanlega væri ekki vel við hæfi. Var það ekki kallað jinxa hlutina? Jó, það ekki. Já, ég held það. Árið 2025 handan við hornið, örfáu dagar sem lifa árið 2024. Hvað heldur að nýja árið beri skauti sér svona hitt yfir og fyrir ykkar grein? Já, við náttúrulega erum svolítið að einbeita okkur bara að klára þetta 24, bara með bros og vör og það eru jólinn og það er mjög skemmtilegu tími. Við skulum ekki gleyma því að árið klárast bara með pomp og prakt. Mikið að gera á veitingahúsunum í kringu jól og áramót? Já, og við þetta er alltaf lifandi tími. Árið 2025 það náttúrulega stjórnast einhver leyti það sem vorum ræði áðan með myndu ríkisstjórnar. En við bara erum bjartsýn og horfum áfram veginn og höldum sjálfstæðisbaráttu greinarinnar áfram. Það er svona mitt númer 1, 2 og 3 og ég get ekki séð ástæðu til þess að vera ekki bjartsýn fyrir því. Það er betra heldur en hitt. Já. Ferðaþjónustan, erum við að fara að sjá stóru aukinn fjölda ferðamanna eða verður þetta varnarleikur út af stórsókn Tromsø-manna í Noregi? Meðal annars, já, ég held við þurfum að spila ákveðin varnarleik út af því. Við erum að tapa samkeppnishæfni gagnvart Noregi og reyndar fleirum. Höfum verið að því á þessu ári og það er svona fyrir sig að það muni halda áfram eitthvað. Krónan styrkist og styrkist hér og veikist og veikist í Noregi. Þannig að það er svona margir samvirkandi þættir sem að valda því held ég að við erum ekki að fara að horfa á einhverja stórfellda fjölgun ferðamanna. Það sem við náttúrulega munum hins vegar reyna að stefna og er aukning verðmætana af greininni og til þess náttúrulega vonustu til þess að fá góðan stuðning frá nýrri ríkisstjórn aðgerðir sem og ákvarðanir sem að gera það verkum að greinin geti skilað meiri arði til ríkisins í gegnum aukna verðmætasköpun. Guðlátti, gott að vita því. Aðalgeir Ásvaldsson, Jónas Þór Skúlason, takk kærlega fyrir komuna. Óska ykkur gleðilega jóla. Takk sömuleiðis, gleðilega hátíð. En við erum ekki alveg búið hér á vettvangi spursmála þó að jólaháttíðin sé farin að banka upp á. Kristín Dýrfjörð og Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Það er ætla að ræða hér leikskólamál og þessa þróun sem við horfum upp á þar sem stórfyrirtæki hafa tekið ákvörðun að taka málin í eigin hendur, opna leikskóla til þess að leysa leikskólavandann sem að sveitarfélögunum hefur því miður ekki tekist. Fylgist þið með. Við erum Ice Guys, þið veitum náttúrulega ekkert hverju við erum. Það er ekkert víst að við séum að fara í fangelsi. Guten Morgen, liebe Leute. Hvað gerðirðu við bókin peningin okkur á? Ice Guys 2. Horfðu núna. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Kósí heilsuinniskór, gjöf sem verður elskuð og notuð alla daga. Betra bak. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir ágæti gestir til að ræða mikilvægt mál
sennilega mikilvægasta mál sem að við stöndum frammi fyrir í samfélaginu á hverjum tíma, það er að segja hvaða umgjörð við búum börnunum okkar í leikskólum landsins. Það eru hér Kristín Dýrfjörð sem er leikskólakennari og háskólakennari og dósent við Háskólann á Akureyri í leikskólafræðum og Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Hún er reynda framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki sjávarútvegi. Hún er ekki hér í því ljósi heldur sem foreldri og reynslu manneski af þessu markaði. Komið þið sæla báðar. Sæll og blessaður. Er þetta ekki rétt hjá mér? Er rétt metið? Jú, við ætlum ekki að tala um þorskígildistón hérna í dag. Í tengslum við leikskólana? Nei, en ég meina ég hef reynslu af þessu, bæði hafandi verið með barn á leikskóla þar sem að Kópavogsmódelið svokallaða var innleitt. Hann er þetta komin í grunnskóla í dag og síðan auðvitað var ég í fyrsta hópnum sem að hóf laganám við Háskólann í Reykjavík. Og það er bara, það rifjar aðeins upp fyrir mig bara umræðina sem var einmitt þá. Þegar að einkaaðilar ákváðu að fara af stað með laganám á Íslandi í samkeppni þá við Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands og svona gagnrýnin og orðræðan sem að maður heyrir í dag, hún er að mörgu leyti mjög svipuð. Ég var nú í forsvari, tók að mér að vera í forsvari fyrir laganema sem að voru þá að stíga sín fyrstu skrif í þessu laganámi og það var einmitt talað um aukin ójöfnuð, einkaskólarnir, myndu taka allt bit úr Háskóla Íslands, kennslan í einkaskólanum yrði verri, einhvern veginn það nám sem að fólk væri að koma til í Háskólanum í Reykjavík yrði ekki eins gott og þar fram eftir göttunum. Þannig að þær spár rættust að sjálfsögðu ekki og það sem að kannski meira er vert er bara að námið í Háskóla Íslands var betra. Þannig að þessi bara umræða svona aðeins svona bara er svo sama, er að sama meiði, auðvitað er leikskólamálin ekki nákvæmlega eins en eðli þessar umræðu er kannski ekkert ólíkt. Nú eru einkaaðilar þá fyrirtæki að koma inn í rekstur leikskóla, það hafa svo sem sjálfstætt starfandi leikskólar verið 20 núna í Reykjavík, Félagsstofnun stúdentar rekur 2 leikskóla, á öðrum þeirra fá nemar við HÍ í forgang. Þannig að það er ekki alltaf þannig að þið opinbera sé það eina sem eigi og geti sinnt þessari þjónustu. Þessi umræða, hún spinnst núna upp af þeirri ástæðu sem að þú nefnir að bæði Arion banki og Alvotech, hið mikla og öfluga lyfjafyrirtæki í Vatnsmýrinni, eru núna að stefna því að stofna leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna. Kristín, þú hefur lagt orðið í belg þessi mál. Ég ætla að byrja á því að það er Arion banki er ekki að stofna leikskóla. Þeir eru að fara að setja upp dagmömmukerfi innan bankans. Já, það er ekki alveg þeir eru ekki að fara undir, þeir fara undir eftirlitsaðila en þeir þurfa ekki að starfa samkvæmt aðalnámskrá leikskóla eins og fyrirtækja leikskóli eins og Alvotech þyrfti að gera. Það er kerfi sem að þeir eru að reyna að setja upp til að leysa í raun og veru sama vanda Alvotech stendur fram fyrir. En þeir fara sem sagt aðeins öðruvísi leið. Ég ætla að fá að byrja á því að nefna að þú leggur orðið í belg í ágætri grein í Vísi þar sem þú ferðir við þessi mál. Þú geldur varhug við því að við yfir höfuð fetum út á þessa slóð og þessi fyrirtæki? Eins og þú komst alveg réttilega inn á, þá hafa verið sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík og bara út allt land mjög lengi og leikskólakerfið. Mér finnst leiðilegt að heyra þegar að bæði borgarstjóri og borgarfulltrúar tala að það sé runnið úr það hafi byrjað sem einkarekstur, vegna þess að þetta byrjaði yfirleitt sem Barnavinnafélag Sumargjöf til stofna fyrstu leikskólann í Reykjavík og rekur þá alveg til 76 held ég þegar borgin tekur alveg yfir en samt í samráði við borgina og sjálfstæðismennin í borginu þetta í áratugi og en út á landi voru þetta yfirleitt verkalýðsfélög kvenna eða barnavinnafélög eða barnaverndarfélög sem að koma að þessum fyrstu leikskólum. Þannig að rót leikskólan er þetta annars konar heldur en rót grunnskólan. Við höfum allatíð horfst í augu við það og þess vegna þegar að þegar leikskólar vilja fara að reka sig sjálfir, að fólk vill fara að reka, við höfum dæmum það af svona hugmyndafræðilegum ástæðum. Valdórskólarnir, Hjallaskólarnir, Aðalþingi Kópó. Þetta eru leikskólar sem eru opnaðir vegna þess að þeir hafa annars konar hugmyndafræðilegan grunn og yfirleitt af fagfólki. Það sem er kannski öðruvísi við þessa umræðu er að þetta snýst ekki faglegt starf. Ég hugsa að HR þegar að lögfræðideildin þar, ég man mjög vel eftir þessar umræðu og öllu því að þú veist að það yrðu lélegri kennarar og ég veit ekki hvað var ekki sagt og þetta var líka sagt þegar við Bifröst og HA. Þetta yrði aldrei almennilegt lögfræðinám.
En ég held samt sem áður að það að fyrirtæki sem hefur bara lyfja þróun og annars slíkt sem sitt kjarnaverkefni, að það ætla að fara að opna sjálfstæða leikskóla fyrir sitt starfsfólk. Við erum komin aðeins inn á aðra braut þar. Ég hef engar áhyggjur af því að þetta verði lélegir leikskólar. Við vitum reyndar að eins og staðan í dag, að þá færra af fagfólki í sjálfstætt reknu leikskólunum, töluvert færra. Það 18% þar og meðan 26% í borginni, eða hjá sveitafélagunum, borgin reyndar aðeins lægri. Og ég til dæmis held að þeir hafi alveg peninga til að kaupa til sín fagfólk og fá það innan úr þessu kerfi sem bara því miður ekki á góðum stað. Við erum búin að vaksa rosalega hratt sem kerfi. Það hefur náttúrulega, þegar ég var foreldri fyrir áratugum síðan, þá fengum við 3 ár inn á dagheimili námsmenn og svo voru bara sparkað út daginn sem að 3 ár voru liðin. Þannig að, og þá vorum við bara út á dagmæðurakerfið eða hvað nú var sem að var þá og náttúrulega 4 tíma leikskólakerfið. En maður spyr sig af hverju fara fyrirtæki sem eru sérhæfð í annarkvort bankarekstri eða lyfjaframleiðslu öðru í þennan leiðangur. Það ekki einmitt vegna þess að kerfið sem að þú lýsir og talar að það bara komið í einhvers konar þrot, menn hafa gefist upp á að láta þá aðla sem að eiga ekki lögum samkvæmt, þetta ekki lögbundið þjónusta en hafa tekið það að sér, þeim hefur bara mistekist verkið. Skólarnir að mikla út alla borg og svo eru byggðir nýjir eða endurgerðir og þökin hrynja og það ekki hægt að halda upp í starfsemin. Nei, ég bara horfi með sorgaraugum á minn gamla leikskóla sem búin að vera lokaður með tré hlemma fyrir í nokkur árorðið inn í Laugardal. En og bara finnst þetta hræðilegar aðstæður. En ég held samt sem áður að það að húsin sé að mygla sé annar pakki. Þetta hluta saman meiðu þar sé að sá aðli sem falið að gera þetta, hann nær hvorki að halda við húsnæðinu, né halda upp í þjónustunni og skaffa starfsfólk sem að getur sinnt verkefna. Ég held að það verði eins og ég sagði þegar ég horfi á tölurnar frá sjálfstættarreknu leikskólanum að það verði ekkert betra. Nema þú gefið verulega í. En svo megum við ekki gleyma því að þrátt fyrir að fyrirtæki allir sér að fara að reka þessa leikskóla, þá verða þeir samt sem áður megnin til borgaðir af borgurunum áfram, af okkar skattfé. Vegna þess að til dæmis bara þegar ákveðin skóli lendi í því að þurfa að skipta húsnæði, þá það borgin sem hleypur til og finnur lóðir. Og núna sér mann þessari umræðu, það borgin sem að hleypa til og finna lóðir. Eða jafnvel eitthvað annað húsnæði sem hægt að breyta, af því ég heyrði að það var líka að vera að tala það. Þannig að reikningurinn lendir á endanum og ef að við fáum fyrirtæki sem hefur eins og í þessu tilfelli, ég heyrði að hún nefndi þetta sem mögulega verðmætasta fyrirtæki Íslandssögunar í í Silfrinu núna á mándaginn frá samtökum iðnaðarins, að ef við höfum slík fyrirtæki sem ætla að fara inn á markað og þau geta auðvitað keypt til sín það sem þau vilja, ef þeir velja að gera það. En þá tökum við bara út úr hinu opinbera kerfi. Hvað tökum við út úr opinbera kerfinu ef þeir eru annað búið að borga? Fagfólkið. Ef að fagfólkið safnast eins og gerist reyndar, fagfólkið fer meira inn í þessa leikskóla og sækist eftir að starfa þar, að þá erum við á móti að taka fagfólk frá, þannig að þetta verður góður leikskóli fyrir ákveðin elítukjarna, getur við sagt. En þetta meira, að því að Heiðrún nefndi þetta dæmi með Háskólann í Reykjavík, var það reyndin eins og varðandi Háskóli Íslands? Það bara, ég meina, eftirspurnin eftir því að verða háskólakennari töluvert mikið meiri heldur en eftirspurnin eftir því að verða leikskólakennari. Og kannski hefur hún einmitt aukist eftirspurnin eftir því, eftir að það kemur samkeppni á milli skóla, það sé, ég á því að þetta geti lifað hlið við hlið, að við eigum að hafa valkostina að vera með leikskóla eða skóla sem að reknir eru þá af hinu opinbera og síðan skóla sem að eru þá reknir með samfélagslegri hugsjón eða af hálfu fyrirtækja, að bara fjölbreytileikin sé af hinu góða. Það ekki þannig að allt verði tekið úr einhverjum einum stað og fari allt á hinn staðinn. Það hlýtur að vera þannig að ef umhverfi til að starfa í þessu umhverfi verið meira aðlaðandi,
þá koma fleiri sérfræðingar inn á þetta svið. Og ég sé núna einmitt að umræðan mjög mikið það að þetta sé mönnunarvandinn, að það vanti bara fleiri háskólamenntaða einstaklingar til að starfa þarna. Það örugglega hluti af vandamálinu. Það er stærsti hlutinn. En yfirleitt eru vandamál vegna þess að þau eru ekki einföld. Þetta eru margþættur vandi sem er ekki leystur með einni breytingu. Nei. Þannig að það að við pröfum okkur áfram í að reyna aðra hluti, þegar eins og þið segið að þetta er komið í algjört þrot. Við erum ekki, það er eftirspurn eftir þjónustunni og borginni eða öðrum sveitarfélögum tekst ekki að veita þjónustuna. Og ég hef enga trú á því að í tilviki þessara tveggja aðila, Arion þá og Alvotech, hvort sem það er dagmömmur eða leikskólar, að þau séu að fara að stofna til þessa reksturs með það fyrir augum að hafa af þessu mikinn hagnað. Ég meina þeirra kjarnastarfsemi er bankastarfsemi og lyfjaframleiðsla. Hvergi í heiminum myndi ég telja að skólastarf muni nokkuð tíman skáka arðsemi í bankarekstri. En eru þau ekki að gera þetta því þau eru tilneyddir? Að sjálfsögðu, vegna þess að það er tvennt í þessu. Ef þú ert að reka fyrirtæki og þú sér það, ef að ég býð upp á þessa þjónustu, þá laða ég að mér starfsfólk, ég verð aðlaðandi vinnuveitandi fyrir starfsfólk og ég fæ fólk fyrir til mín úr leifum sem að eignast börn. Þannig að það er auðvitað mikill ávinningur í þessu fyrir fyrirtækin, en það er ekki þar með sagt að við erum að skerða á einhvern nátt almannahagsmuni. Stundum fara nefnilega og oftast fara einkahagsmunir og almannahagsmunir saman. Vegna þess að við það að fyrirtækið nær að fá starfsfólk til vinnu og þar með að búa til meiri verðmæti. Nú þá renna meiri verðmæti væntanlega til sveitafélagsins og annað í formi útsvarstekna og verðmætasköpuna sem verður í fyrirtækinu og þar með þá sveitafélagið meiri fjármunn til að það vonandi setja inn í leikskólakerfið að þá þjónustu sem að sveitafélagið á að veita. Þannig að einkahagsmunir, jú, svo sannarlega, en almannahagsmunir njóta góðs af því þegar að þú hefur einhvern ávinning. Þetta er samt Einkaaðilar hafa ávinning. Já. Þannig að þetta er ekki endilega einkahagsmunir eða sérhagsmunir versus almannahagsmunir. Þetta fer saman. En í mínum huga þá snýst þetta, eins og ég segi, við höfum þessa sögu innan leikskólakerfisins af þessum tegundum af rekstri, einkarekstri. Við höfum, þetta er svona eiginlega 3 meginflokkar einkarekstur sem er í gangi núna þegar á Íslandi. Þetta er 4. flokkurinn ef að fyrirtækin koma inn. Og ég bara, við hefum alveg getað að lifa í sátt og samlyndi með því sem er. En mér finnst að vera samt grundvallar munur á því að fyrirtæki, ég reikna náttúrulega með að þeir ætla sér þetta sama þá í öðrum löndum þar sem þeir eru með rekstur, Þýskalandi, Sviss, Indlandi, Bandaríkjunum. Þeir eru nú væntanlega með að vinna við ólík leikskólakerfi í þessum löndum. Já, ég bara segi svona. Þetta er viðbragð við ástandinu hér heima. Já, ég veit það. En það er ennþá verra á flestum öðrum stöðum. Við erum með einna besta ástand í heiminu þrátt fyrir og við séum að kvarta og finnist það slæmt. En það er mönnunarvandinn sem virðist vera stóra vandamálið. Hann er stóra vandamálið. Getur verið að það sé rétt sem að hún segir að með því að auka samkeppni milli stofnana þar sem að starfsmenn upplifa sig eftirsótta geta farið á milli kerfa, getur verið að það sé leið til þess að laða fólk í þetta nám? Það gerist náttúrulega ekki nema laununum verði breytt og meðan að launin eru sama, þú skiptir engu máli hvort þú ert að vinna í einkaleikskóla eða opinberum leikskóla, það er bara annars konar kúnnahópur, það er annars konar foreldrahópar. En er eitthvað því til fyrirstöðu að þessi skólar greiði hærri laun ef að þeir vilja laða til sín fara? Þeir hafa allavega ekki gert að hinga til. Nei, þetta er nýr flokkur. Já, ég veit það, ég veit það, ég bara alltaf ekki að, ég held að þeir hljóta að hugsa sér að gera það. En ef þeir gera það, er það ekki einmitt þá leið sem að maður myndi að ætla að yrði til þess að laða fleiri inn í greinina? Ekki, nei, ég held að það kannski gerir það ekki. Ef að launahækkanir Jú, en ég held að launahækkanir þurfa að eiga sér stað bara yfir allan hópin til þess að laða fleiri, það er ekki 1, 2, 3, 4, 7 leikskólar af þessum 250 sem eru, þó þeir greiddu eitthvað aðeins hærri laun, það hefði kannski ekki áhrif til lengri tíma, en ef það er náttúrulega laun allra og fyrir utan þetta... Þeir munu íta á hérna opinberu aðla að hækka launin, af því að þeir lenda þetta er líka samkeppni milli hins opinberu og einkamarkaðar. Ég hef nú held að það þurfi meira til.
Sko, mér finnst nú bara ef maður lítur til reynslunar á milli Háskóla Íslands og HR og þar þekki ég nú bara til af lögmönnum og lögfræðingum sem hafa kennt við báða skóla að þegar Háskólinn í Reykjavík kemur inn á markaðinn með laganám að þá hækkuðu laun kennara töluvert. Ekki í háskólakerfinu? Já, fyrir kennslu við Háskólann í Reykjavík var greitt meira heldur en í Háskóla Íslands og það rúllar vonandi þá af stað einhverjum bolta það að launin hækki líka þá í hinu opinbera kerfi til samræmis. Háskólakerfi að því ég er náttúrulega inn í því. Það bara byggir á allt öðru og ég veit að það eru mjög ólík hvernig launin eru hugsuð bæði í HR og HA og listaháskólanum. Þannig að opinberu háskólarnir eru með annars konar kerfi. Jú, og réttindi önnur og annað þess að það eins og rættu yfir En mér finnst við aftur vera að reyna, sko þetta vandi og vandin stór og vandi hins opinbera þegar að vandi til staðar að þið opinbera fer að tala það fer að búa til skýrslur, það fer að búa til nefndir og það tekur engar ákvarðanir. Og það vandi leikskólakerfisins núna að það eru ekki teknar ákvarðanir og þess vegna fagnar maður því þegar að sveitarfélög eins og Kópavogur ákveður að fara af stað og búa til eða breyta þessu til að leysa mönnunarvanda. Þú nefndir það leið Kópavogsbæjar, hún fullkomin? Alveg örugglega ekki. En það verður ekki, þetta mannanna verk. Engin mannanna verk eru fullkomin. En að við gefumst upp fyrir verkefninu og það sé smætta niður í eitthvað eitt mál. Nú þurfum við bara að mennta fleiri kennara. En það ekki endilega alfa og omega í lausn vandans. Hann getur verið fjölþættar en svo. Hann fjölþættari. Við sjáum það bara í Kópavogi núna. Það sýna þó allavega af þessari stuttu reynslu sem komin að það að miklu leyti búið að leysa mönnunarvandann. Ég hef reynslu af því. Þú varst með barn í kerfinu þegar þessar breytingar urðu. Já, eins og Kópavogsbær hefur sagt, á fyrsta árinu, þá voru engar lokanir á leikskólanum voru 212 ári áður dagar. Þannig að það hefur þá augljóslega leyst einhvert vanda, en leyst hann allan vandan, alveg örugglega ekki. En við verðum að halda áfram að reyna og þarna var þó allavega að vera að reyna að taka á mönnunarvandanum og bæta þjónustu. Og ég get í öllu falli sagt að hafandi reynslu af því, að þá sá maður klárlega mun á þjónustunni að maður þurfti ekki að skrá sig úr vinnu eða taka sér frídaga vegna þess að það vantaði fólk og það þurfti að loka deildum og heilu leikskólanum. Hafið þið rýnt í þetta í háskólanum? Sko, já, það eru að skoða þetta tvær sem að ég þekki, einu í HÍ og einu í HA sem eru að skoða bæði leiðinu Kópavogi og leiðinu Akureyri og eru bara með grein sem að kemur fljótlega og ég veit að það er mikil ánægja með þetta og ég sjálf talaði fyrir þessu óska eftir fundum við meðal annars formann skóla- og frístundaráðs fyrir næstu í 20 árum. Það sem ég var að tala vegna þess að við vitum að eins og staðan í dag, þá sveitarfélögin greiða 90% af kostnaðinu. Það raunverulega svo að það eru 6 tímar fríir. En svo var þessu bara dreift yfir allan daginn, þannig að ég sjálf hef talað fyrir þessu módeli í mjög langan tíma og lent upp á móti mörgum vegna þessa. Þannig að og ég heyri það að í Kópavogi þá tala foreldrar líka það að þeim finnist svona vera léttari starfsandi fyrir að koma með börnum, þeim finnst vera svona léttari yfir fólki. Það bara það sem ég hef heyrt úr foreldrahópum, en rannsóknirnar snúa að viðhorfi starfsfólksins og mér skilst að það sé frekar jákvætt. Þannig að og fólk finnist þetta verði dagurinn, hann byrja rólegar og hann enda rólegar. Þannig að þetta og þar að leiðandi sem náttúrulega markmiðið að börnunum líði betur, af því það náttúrulega hlýtur að snúast það hlýtur að snúast menntun og líðan barna. En munu þá ekki fleiri sveitarfélög fylgi kjölfarið? Þau eru að gera það. Þau eru að gera það. Það alveg, Reykjavík ekki að gera það, allavega ekki enn, en ég meina það eins og ég sagði, þetta komið svona hluta til á Akureyri og fleiri, og þau hafa verið að fara svona. En gerist eitthvað í þessu Reykjavík-kerfi? Helgi Grímsson sem núna þetta búið að flytja inn í ráðuneyti, hann segir bara við ætlum ekki að fara okkur óslega og við ætlum bara að skoða þetta í rólegheitum og svo bara allt í klessu. Kerfi í Reykjavík stærst og það hefur reyndar alltaf verið leiðandi. Og þarna hafi Kópavogur. Það klárlega ekki lengur. En það algjörlega komið í þrot. Ég man nú bara þegar ég var í fæðingarólofi fyrir ríflega 6-7 árum. Ég meina þá var lofað að börn kæmust inn á leikskóla við 18 mánaða aldur og það enn verið að endurnýja það lofar á hverju einasta ári og ég var örugglega ekki fyrsta mamman sem las það á auglýsingaskiltum, heldur margar mömmur árin og undan mér. Og allir flokkar sem hafa lofað þessu hafa vita að þeir voru að lofa upp í ermina sér því það hefur aldrei verið
raunveruleiki. Þess vegna bara dáist maður að því þegar einhver stígur fram og tekur ákvarðanir sem að eru jafnvel umdeildar og eins og maður heyrði með Kópavogsmódeli að þetta væri til að auka ójöfnuð og bakslag í jafnréttisbaráttunni og ég veit ekki hvað. Ég meina þarna sína meðal annars kannanir Kópavogsbæjar að foreldrar með jafnvel í lægri, tekjulægri heimili að þau séu bara mjög ánað með þetta og geti nýtt sveigjanleikan. En ég meina alltaf eru jaðartilvikin sem að þarf að taka utan og taka á. Mér mikið var líka að tala varðandi eins og Kópavogsmódel að við erum að fá börn inn í leikskóla sem að við vissum að voru utan leikskóla sem að heimgreiðslur hefðu bara ítt undir að væru áfram heima einangrunina. Og þar leiðandi þá fagnaði því barnanna vegna að öll börn geti verið minnst okkur 6 tíma í leikskólum án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því. Þannig að ég alveg hef verið fylgjandi þessari leið mjög lengi. En þessi umræðum ójöfnuðin hefur hún sem að mér finnst skipta máli þegar það eru stórfyrirtæki með fulla vasa fjár. Það eru hámenntaðir starfsmenn sem að þarna fá þá fá í raun og veru forganga plássum. Þetta eru pláss sem að fagfólk að sinna sem að myndi annars sinna einhverjum öðrum plássum. Ekki hættu að þetta skapi stéttskiptingu í landi eins og okkar? Jú, ég meina það var talað það líka með Háskólann í Reykjavík að það væri efnaminni einstaklinga gæti ekki farið í einkaskólana og það var ekki raunin. Ég meina ég tók lán fyrir mínu námi, ég vann baki brotnu allt námið, ég meina fólk getur gert hluti. Það ekki þó þannig að fátæki maður kaupir sig ekki inn í leikskólan hjálpótak. Nei, en ég meina það sem hefur þó verið sagt þegar fyrirtæki að gera þetta og ég meina það að gera samning við sveitarfélagið og það sveitarfélagið þá sem býr til ramman utanum þetta. Hver á að vera menntastefnan í þessum leikskóla? Hvaða börn fá að koma þangað inn? En ég meina þarna þó verið að búa til fleiri leikskólapláss að einhverjir hafi forgang frá þeim sem að rekur leikskólan, svo koma aðrir inn sem að hafa ekki þennan forgang en það eitthvað sem að sveitarfélagi getur þá sett skilyrðum og það losna pláss af öðrum leikskólum borgarinnar. Þannig að við erum að búa til meiri tækifæri, auka aðgengi að leikskólanum og þá vonandi taka á biðlistum að fólk sitji heima hjá sig með börnin. Því það vandamálið. En við vitum það líka að það sem að gerist þegar þegar tinnist út í fagmannahópunum ef við horfið á tölurnar hjá frá Hagstofunum það hvað fólk verður meira veikt og líka frá virk og fleirum leikskólakennararnir haldast lengur í störfum það er minna það að þeir séu að rótast á milli og fara að byrja að pröfa þetta starf, fara úr því. Þeir eru hærra launaðir líka? Þeir eru hærra launaðir en það er líka þetta bara þeir eru þarna því þeir eru skuldbundnir faginu. Þetta er fólk sem hefur fagið í hjartanu. Við tölum gjarnan svona leikskólakennarahjarta. Ég veit að lögfræðingar tala lögfræðilega Þeir eru ekki með hjarta. Þetta er alveg fráleitur samanburður. Ég veit ekkert það, en ég veit að þeir hafa sína ákveðnu faglegu sín og skilur það er bara... Já, og við eigum bara svo bæra leikskólakennar og fagfólk á leikskólinn. Já, þannig að það er bara það sem ég er að segja, við bara og það er það sem fólk sem ákveður að leggja á sig 5 ára menntun, hvort sem það tekur hana með stjórnmálafræði eða ég hef verið með fólk sem hefur verið með lögfræði í grunninn og kemur svo tekur leikskólafræði. Og hvernig sem það gerir það, að þá hefur það þessa trú á að það sé að skipta máli, að það sé að breyta heiminum. Ég held að það sé eiginlega enginn í leikskólaheiminum sem trúir því ekki að hann geti haft áhrif til framtíðar. Ég vil líka taka fram að þá líka við ófaglærða starfsmenn og leikskólakennararnir mínir sem voru kallað fósturur í gamla daga vestur á Patrísfirði dásamlega konur en enginn þeirra með langskólanám. Nei, ég byrjaði sjálf að vinna í leikskóla fyrir nærri 50 árum sem ófaglærður starfsmaður, skilur. Þannig að ég þekki líka alveg að hafa verið þeim með við borðið. Ein spurning varðandi... Og það skiptir þetta rosalega miklu máli og ég ætla bara að tala, það skiptir máli að það fólk sem er í leikskólanum sem er ófaglært að það sé líka vel búið að því. Við höfum ekkert gagnað því að það sé á lélegum launum heldur, vegna sem við viljum halda í það. En ein spurning varðandi mönnunarvandann og menntunna og hið faglega starf. Ég hef lengi spurt mig að þessari kröfu það að leikskólakennaranámið skuli vera 5 ár. Já. Nú get ég farið í Háskóla Íslands og lokið 3 ára prófi í jarðfræði og orðið jarðfræðingur. Geturðu það? Já, ég get það. Höfum ekki bara seilst og langt í kröfunni mikla háskólamenntun til að sinna starfi sem að sannarlega kallar á þekkingu og ákveðin grunn, en
sjálfur myndi ég halda að það sé ofgnótt að allur sá hópur sem að telst til leikskólakennara sé með 5 ára nám að baki. Sko, nú ætla ég hérna auðvitað leikskólakennari sjálf og úr gamla náminu og bætti síðan auðvitað við mig, en hérna staðan bara þannig að við erum í samfélagi sem allir kennarar eru með 5 ára nám. Ef að leikskólakennarar væri skörunlega lægri, virðing fyrir leikskólakennurum og starfsvið þeirra hefur ekki verið neitt mjög hátt skrifið, hvorki hér né erlendis. Þú heldur ekki fólki í 2 ár aukalegi námi bara til þess að auka virðingu þess? Bittu, en það sem við höfum líka, en við erum í sama stéttarfélagi og það skiptir máli allir standi á jafnréttis grunni. Þetta finnst mér ekki, þetta eru 2 ára lífið fólks í námi. Ég veit að má ég klára. Já. Það sem sagt en líka að eins og staðan núna, það sem mesti vöxturinn inn í námi hjá okkur það í meistaranáminu. Við bjóðum fólki upp á það núna og búið að gera það dálítið lengi að þú getur komið inn í háskólanám, bæði Háskóla Íslands, Listaháskólanum og við Háskólann á Akureyri, þar sem að þú hefur einhverja gráðu, segjum í lögfræði eða uppeldisfræði, eða við höfum bara allavega fólk, ég hef með fólk með þýðingafræði, ég hef fólk með starffræði, ég hef bara með allavega fólk sem kemur og kemur inn í námið því það byrjar að vinna á leikskóla, fattar það að þetta eitthvað sem það á vel við það getur náð sér í þess að 2 ára gráðu og fengið full starfsréttindi. Það myndi kannski aldrei fara í 3 ára nám eða 4 ára nám. Þú getur haldið þeim mögulega gott með það sem ég að velta fyrir mér. Ef að þú klárar menntaskóla eða ert ófaglærður. Já, við erum líka búin að stytta nám í menntaskólanum með 1 ár. Og ef þú ferði í 3 ára nám og getur talist fullgildur leikskólakennari, það hlýtur að vera meira aðlaðandi líka í ljósi launana að þú þurfur ekki að sitja í 2 ár aukalega á skólabekk. Það munar gríðarlega í ævitekjum ef þú getur komist út á vinnumarkaðin 2 árum fyrr. Ég ætla að segja eitt stærsta vandamálið okkar að megnið af því fólki sem í náminu hjá okkur allt á vinnumarkaði. Það að vinna inn í leikskólanum og taka námið. Já, en það breytir ekki. Ég skilur það, ég bara að tala ævitekjurnar. En höfum við ekki bara gengið og langt í þessu? Er það bara ekki einfaldlega mikið þegar þú ert að vinna með börnum á þessum aldri að gera þessa kröfu? Nei, mér finnst, við höfum ýmislegt fyrir því að það sé ekki of mikið. En auðvitað hafa ná hámið. Það getur ekki verið virðingi fyrir stéttinni. Nei, það bara þekkingin. Eða menn standi jafnfætis inn í einhverju stéttarfélagi. Nei, ég bara taka það sem dæma því að það stundur rætt það líka. Eftir 3 ár. Já, þú getur ekki orðið lögfræðingur eftir 3 ár. Þú getur með BA-prófi lögfræði. Já, þú getur líka fengið B.Ed.próf í kennaramennafræði. Þú getur starfað við lögfræði með BA-prófi lögfræði. Já, en þú getur líka starfað í leikskólum og fengið verið inni á samningum, sérstökum samningum með B.Ed.próf. Þú færð það alveg metið. Háskólamenntun metin til launa þegar þú ert inn í leikskólanum. Hvað segir hjartalaus lögfræðingurinn þetta? Já, ég held að þetta sé bara eitt af því sem að þurfum að skoða. Þú veist, bara þær auknu kröfur sem við höfum gert, hafa þær skilað því sem að var stefnt. Þannig að mér finnst þetta eitt af því sem að þurfa að ræða, en nú ætla ég ekki að fara inn á það svið að þykjast vera sérfræðingur í því hvers vegna ákvarðanir voru teknar það að það ætti að vera tiltekið hlutfall eða það ætti að vera menntun ætti að vera 5 ár en ekki 3 ár. En mér finnst þetta því að vandamálið margþætt og það klárlega stórt, þannig að það þarf að skoða alla vinklana á því. En mér langar að bara segja ykkur að lögin eins og þau voru, þá gerðu þeir ráð fyrir 100% mönnum. Það var lækkað niður í 66%. Þannig að það semst búið að slá af kröfunum þar. Fólk heldur alltaf að það hafi bara verið semst lægra en það semst var lækkað. En við munum aldrei ná því hlutfall? Við vorum nú komin svolítið hátt upp þegar að leikskólakerfið fór að blómstra eða vaksa og sumir segja eins og skrímsli að því að það var bara orðið alltaf stórt fyrir okkur. Þannig að á ákveðnum tímapunkti vorum við komin upp til 40%. Og við erum komin í 26% núna. Mér finnst maður líka aðeins velta fyrir sér kannski þetta gamaldags hugsun, en við erum með börn í grunnskóla í 10 ár og erum við bara farin að gera of mikla kröfur þetta fyrsta skólastig leikskóla að það þurfi einhvern veginn að vera svona tröppurnar upp í ígildi náms sem að börn að fara að koma inn í 10 ár. Við vorum í leikskólum, við þekkjum, fólk á mínum aldri, það var bara allur gangur á því hvort að yfir höfuð fór á leikskóla eða ekki, þannig að börn geta komið á alls konar stigum inn í fyrsta bekk grunnskóla og það bara áskorun, en erum við búin að setja bara allt og mikinn klafa
á leikskólakerfið við það að búa til þetta fyrsta skólastig svo kallað? Ég ætla bara að segja að ég er alveg fullkomlega sammálaður. Að því leytinu til að ég mjög ósátt við þá þegar að vera að færa nám úr grunnskólanum niður í leikskólan. Það er bara ég fullkomlega sammálaður. En það er einmitt þess vegna sem að fólk gerir það grípur í prógrammin, það grípur í þessar kennsluaðferðir líka vegna þess að það hefur ekki fagfólk. Fagfólkið, það kannski hefur betri skilning á því að það skiptir máli bara leikurinn og hvernig leikurinn og hvernig við skipuleggjum hann og hvernig við vinnum með hann. Ég var að skrifa grein núna stafræn leikföng í leikskólum í gegnum leik, ekki í gegnum fyrirskipanir og kenna þeim á kóða, heldur í gegnum samskipti og leik. Og þannig að ég bara fullkomlega sammála það að við þurfum einmitt að standa vörð að gefa börnunum svona frelsið áður en það mætir inn í skólakerfið. Ég er bara fullkomlega sammála. En þessi fagþekking sem þú nefnir sem er mikilvæg upp á bara út frá reynslu vísindum og öðru. Er ekki hægt að tryggja það að háskólinn búið fólk þannig til ferðar að það geti leyst þessi verkefni vel af hendi inn í leikskólanum á 3 ára háskólanámi? Örugglega, ef að háskólarnir væru eins og þeir voru þegar ég byrjaði að starfa og þegar ég var sjálf í námi, þar sem við vorum með tímasókn, mjög mikla tímasókn, eins og háskólarnir hafa þróast í dag, þá hafa tímafjöldi á bak við einingar og þær hafa minnkað, það hefur minnkað tíma aðsókn, nemendur hvart ef þau þurfa að mæta í 3 lotur yfir önnina, eins og var lengstum hjá okkur á Háskólanum á Akureyri, af því að það stendur í vegi fyrir fjölskyldulífinu og atvinnulífinu og öllu saman, þannig að við höfum bara allt öðruvísi háskólakerfi líka í dag heldur en við höfðum fyrir sérstaklega eins og í menntunarfræðunum og reyndar í mörgum öðrum Það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi mál þróast á nýja árið 2025 verður forvitnilegt í ljósi þess að þá hefst þetta ferli með einhverjum hætti. Jú. Ég ætla að koma þá tillögu að ári eftir að fyrsti leikskólinn þessu tagi opnar að þá munum við 3 hittast hér að nýju og fara yfir það hvernig reynslan að þessu var. Bara setjum niður daginn. Er það ekki? Herolind Marteinsdóttir og Kristín Dýfur þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna og fram á jólum. Jólin í næstu viku. En ég held að ég kveð ykkur hér með örlitlu innslægi frá okkur spursmálafólki. Verið þið sæl. Ég komi fyrir Þorgerði Katrínu, Bjarna, Svandísi, Guðmund Inga, Katrínu Jakobs, já og Lenju, ég má ekki glemma henni. Þetta hann ansi stór hópur. En ætli ég fái kort frá þeim? Jæja, þá árið á enda runnið. Ótrúlegu fjöldi gesta, góðra gesta sem að ég hef tekið á móti á vettvangi spursmála þetta árið og eftir því mörg jólakortin sem að þarf að skrifa. Ég veit líka að þau verða mörg jólakortin í lok næsta árs því að samfylgdin verður löng og ströng og góð á nýju ári. Ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla.